Vopnahléinu við Persaflóa lokið, segir Donald Trump Bandaríkjaforseti sem hótar hörðum árásum á Íran í kvöld. Tímabundnar viðskiptaþvinganir aftur í gildi og olíuverð hefur hækkað skarpt. Leiðtogar NATO-ríkjanna hétu áframhaldandi stuðningi við Úkraínu á fundinum sem lauk í Ankara í Tyrklandi síðdegis. Þrátt fyrir ágreining segist Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafa fundið fyrir samstöðu. 8 af hverjum 10 nýjum bílum sem almenningur hefur keypt á árinu eru rafbílar. Álagning á bensínlítran hefur aukist 13 krónur á þessu ári, segir FÍB. Götubiti, fatamarkaður, leiki fyrir yngstu börnin og landsfrægir tónlistamenn. Við bregðum okkur á götuhátíð í Vesturbænum í fréttatímanum. Hugsanlegt að íslenskur skipafloti verði knúinn áfram af endurnýjanlegum orkugjöfum innan fárra ára. Tilraunaskip nú við bryggju í Reykjavíkurhöfn. Komið sæl. Bandaríkjaforseti segir að vopnahléinu við Íran sé lokið. Bandaríkjamenn gerðu árásir á yfir 80 stöðum í gærkvöld og Íranir svöruðu með árásum á bandarískar herstöðvar í Persaflóa. Loftvarnaflautur eins og þessi í Kúveit eru afturfarnar að óma ríki Persaflóa. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöðvar í Kúveit og Bahrein í morgun. Þetta voru viðbrögð við árásum Bandaríkjamanna í gærkvöld á yfir 80 staði í Íran, þar á meðal loftvarnakerfi, samskiptakerfi og skip á vegum íranska byltingavarðarins. Bandaríkjamenn segja þá árás svar við árás Írana á 3 skip á Hormúzsundi. Íranar gáfu yfirlýsingu eftir árásirnar í morgun. مبدأ هر گونه پشتیبانی از ارتش متجاوز آمریکا برای تجاوز به حاکمیت و سرزمین ایران اسلامی هدف مشروع نیروهای مسلح خواهد بود. Útför Ayatollah Khameneis erkiklerks hefur staðið yfir í Íran frá því helgina en henni lýkur á morgun þegar hann verður borinn til grafar. Til stóða eftir útföruna myndu hefjast viðræður lengra vopnahlé. Forseti Bandaríkjanna virtist í morgun ekki spenntur fyrir slíkum viðræðum þegar hann var spurður á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins hvort vopnahléið væri úti. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. Hann sagði samningamenn sína þó vilja halda viðræðum áfram. Tímabundnar viðskiptaþvinganir á íranska olíu eru aftur í gildi. Ásakanir ganga á víxlum brot á viljayfirlýsingu vopnahlé frá í síðasta mánuði. Olíuverð hækkaði skarpt eftir þessi ummæli Trumps. Enda hverfi stríðið nú Hormúzsund, þessa mikilvægu flutningsleið olíu sem virðist nú við það að lokast á ný. Alþjóða siglingamálastofnunin segir að 6.000 manns sitji föst í áhöfnum á sundinu. Síðdegis hótaði Trump harðari árásum á Íran í kvöld og jafnvel síðar á borgaraleg mannvirki. They're electric manufacturing facilities, right? They're electric plants where they make their electricity there. We will, if we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. Björn Malmquist, þú ert í Ankara þar sem leiðtogafundur NATO lauk í eftirmiddaginn. Hvernig hafa viðbrögðin þarna verið við þessum tíðindum Íran? Já, á ýmsa lund. Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, hann lýsti yfir stuðningi við þessar nýjustu árásir Bandaríkjamanna og sama gerði reyndar Mark Carney, forsætisráðherra Kanada á blaðamannafundi nú síðdegis, en það alveg ljóst að það eru skiptar skoðanir í hópi aðildarríkjanna þessar aðgerðir Bandaríkjamanna í Íran og það sást auðvitað á viðbrögðum sumra þeirra þegar þessar aðgerðir hófust í lok febrúar og ekki síður á yfirlýsingu fundarins í dag þar sem að lítið talað Íran nema kannski það að stjórnvöld þar megi aldrei eignast kjarnorkuvopn og það þurfi að tryggja umferð Hormúzsundið. En það var stormasamur aðdragandi Björn að þessum fundi sérstaklega eftir að Trump kom til Ankara, ekki satt? Jú, svo ekki sé meira sagt. Hann fór í gær aftur að tala Grænland og að Bandaríkjanna ættu að fá yfirráð yfir Grænlandi, að hin aðildarríkin í NATO ættu að verja meiru til varnar og öryggismála og hann kvartaði enn og aftur yfir viðbrögðum sumra aðildarríkja við þessum hernaðaraðgerðum Bandaríkjamanna í Íran.
Hann var í sama gírnum í morgun en svo virðist eiginlega allt hafa fallið í ljúfa löð á sjálfum leiðtogafundinum sem hófst klukkan 11 hér í Ankara. Andinn á fundinum var mjög góður. Það var mikið talað einmitt samstöðu, það var talað styrkleika bandalagsins og kannski vegna þess að svona aðdragandinn á honum var ekki eins mildur og stemningin inn á fundinum. Það lagði fólk mikið upp úr því að koma því til skila að bandalagið hefur aldrei verið sterkara. Þetta sagði Kristrún núna í eftirmiddaginn hérna í Ankara í viðtali við RÚV sem er í heilu lagi á RÚV.is vel að merkja og það hafa fleiri leiðtogar talað þennan anda á fundinum í dag en það eru þetta þannig að það eru undirliggjandi ástæður fyrir þessum langvarandi kritum innan bandalagsins og þær ástæður eru ekkert endilega horfnar. Ég meina Bandaríkjamenn eru ekki enn sátti við svona það sem kallað jafnari dreifing byrða innan NATO og það sást alveg greinilega í morgun þegar Trump var á blaðamannafundi og var að tala Spánverja þar sem að stjórnvöld í Madrid hafa verið treg til að auka útgjöld til varnarmála. Trump fann Spánverjum allt til foráttu. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. En opinbera útgáfan af þessum fundi samt eindrægni og samstaða innan bandalagsins og reyndar líka góða fréttir fyrir Úkraínumenn í dag sem að voru hér, Zelenski var hér í heimsókn í gær og í dag var þó ekki að sjálfum leiðtogafundinum. Þeir fá veglegan stuðning frá 31 af 32 aðildarríkjum bandalagsins fyrir utan Bandaríkin sem ætla þó að veita þeim áframhaldandi stuðning og leyfa þeim til dæmis að framleiða Patriot loftvörnarflaugar í Úkraínu sem nokkuð sem að Úkraínumönnum bráð vantar þessa dagana og svo vakti það auðvitað athygli hér síðdegis að þegar margum ræddur Donald Trump Bandaríkjaforseti gerði sér sérstaka ferð inn í leiðtogahópinn þegar verið var að taka fjölskyldumynd af leiðtogunum til að taka í hendina á Kristrúnu Frostadóttur. Tyrkneskir fjölmiðlar hér hafa gert sér mikinn mat úr þessu í dag. Við skulum heyra hvað Kristrún hafi þetta að segja. Við hefum ágætið samband. Ég hef hitt hann núna nokkur sinnum. Hann mjög meðvituður stöðu Íslands. Hann þekkir til okkar. Ég ræddi líka í talsverðan tíma við Marco Rubio sem hefur auðvitað líka mjög mikinn áhuga á okkar samskiptum. Þannig að það jákvætt og hlýtt á milli okkar, já. Sagði Kristrún Trump og Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna. En Björn, þá allt falli í ljúfa löð innan NATO eða hvað? Tja, við skulum sjá til með það. Það var allavega reynt fyrir fundin að slétta sem mest úr öllum deilumálum og gera þennan fund eins svona, viðburðalausan eins og kostur var. Ég meina, aðdragandinn var vissulega stormasamur, en fundurinn sjálfur virðist hafa gengið vel. Kristrún og reyndar fleiri segja það, Donald Trump sjálfur í eftirmiddaginn. En það eru auðvitað eins og ég sagði undirliggjandi mál sem að eftir að leysa úr, til dæmis Grænland sem að Trump vakti aftur máls á í gær. Og ég held að skilaboðin sem að Trump hafi verið að koma með út af Grænlandi sé að hann sé ekki ánægður með þessa viðræður sem hafa staðið milli Dana, Grænlendinga og Bandaríkjamanna á undanförnum mánuðum og það óútkljáð eins og allt annað. En þessum leiðtogafundi hér í Ankara 2026 lokið og við látum þessu líka lokið hérna frá Ankara. Takk fyrir það Björn Malmquist sem staðið hefur vaktina síðustu daga í Ankara. Við ætlum hins vegar að snúa okkur að allt öðrum. Fyrirtæki sem selja eldsneyti hafa ekki sýnt neinn vilja til að slá á verðbólgu, segir framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda. Það sýnir síhækkandi álagning þeirra. FÍB skoraði í gær á atvinnuvegaráðherra sem ráðherra neytendamála og Neytendastofu að gera þeim sem selja orku á ökutæki, bæði jarðefnaeldsneyti og raforku, skylt að birta rauntíma upplýsingar verð á heimasíðum sínum. Nú þarf aðeins að birta verð á sölustað. Síðan viljum við líka sjálfsögðu að Neytendastofa haldi utan þetta og birti gögnum verðsamaburð á bæði bensíni, dísilolíu og raforku sem í boði á flestum stöðum. Þetta bara ein leiðin, en megin leiðin auðvitað væri svo að félögin á markaðinu skiluðu til neytenda eðlilegra vöruverði. Eldsneytisseljendur hafa til 15. ágúst að svara samkeppniseftirlitinu í framhald af umræðuskjali sem það birti í síðustu viku.
Forsvarsmenn eldsneytisseljenda hafa ekki viljað tjá sig skjalið þegar Fréttastofa hefur leitað eftir því en vísað í sameiginlega yfirlýsingu Samtaka atvinnulífsins og Samtaka verslunar og þjónustu. Félag íslenskra bifreiðaeigenda hefur reiknað út breytingar á lítraverði á blýlausu bensíni fyrstu 5 mánuði ársins miðað við síðustu ár byggt á tölum Hagstofu. Útsöluverð lægra í ár að því vörugjald var fellt niður áramót. Í staðinn greiða bensínbílaeigendur kílómetragjald. Verðið vegið meðaltal á lítra uppreiknað til verðlags á þessu ári. Innkaupsverð með opinberum gjöldum því lægra vegna breytingana og skattarnir eru lægri sömuleiðis vegna breytinga áramótin og líka vegna lækkunar á virðisaukaskatti 1. maí. Útsöluverð mínus kostnaðarverð á lítra uppreiknað með vísitölu neysluverðs til verðlags í ár, það að segja það verð sem innflytjendur blýlaus bensíns og smásalar fá samanlagt samkvæmt útreikningum FIB var tæpar 38 krónur 2021, 35 krónur 2022, fór í 51 2023, 54 2024, 58 krónur í fyrra, en fyrstu 5 mánuði þessa árs fá bensínseljendur 71 krónu á hvern lítra af blýlausu bensíni í sinn hlut. Það mjög sláandi að það 20% hækkun á föstu verðlagi það sem afir þessu ári miðað við allt árið í fyrra á álagningu á hvern bensínlítra og það munar nú minna fyrir almenning. Á sama tíma verið að reyna að blása ykkur herrlúður á og slá á verðbólguna. Þessi fyrirtæki hafa ekki sýnt neitt vilja til þjóðarsáttar í þessa átt. Nú sala á rafbílum heldur áfram að aukast. 7.500 nýir fólksbílar voru nýskráðir í janúar til júní samkvæmt Bílgreinasambandinu. Þar af eru 4.100 bílar í eigu ökutækjaleiga, 13% þeirra eru rafbílar. Fyrirtæki önnur en bílaleigur nýskráðu rúmlega 900 fólksbíla, 7 af hverjum 10 þeirra eru rafbílar. Nú almenningur skráði 2.500 nýja bíla. Einstaklingar virðast því æ meira verða aðhuga bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneytinu. Í fyrra var 66% þeirra rafbílar. Fyrstu 6 mánuði þessa árs var hlutfallið 81%. Það þýðir að 8 af hverjum 10 bílum sem almenningur hefur keypt á árinu eru rafbílar. Það er greinilegt að þessi síðasta breyting varðandi vörugjöld sem átt sér stað síðustu áramót, það hefur haft áhrif. Fleiri eiga þess kost að geta keypt rafbíl og svo hefur þetta bara orkuverðið í heiminum, meðal annars átökin í Íran og áhrifin á olíuverðið með lokun Hormónsunds. Það hefur svona eiginlega ýtt við frekari þróun og frekari áhuga neytenda á öðrum orkugjöfum heldur olíueldsneyti. Gæsluvarðhald yfir 9 sakborningum í Straumsvíkurmálinu svokallaða var framlengt 4 vikur í dag. 3 sakborningarnir eru íslenskir og 6 erlendir ríkisborgarar, meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Mennirnir eru grunaðir aðild að smygli á 106 kílóum af kókaíni til landsins með skipi sem kom frá Brasilíu og lagði að höfn í Straumsvík í Hafnarfirði. Efnin voru falin í sjókistu undir skipinu. Virði þeirra er á 3 milljarð. Aldrei hefur svo mikið kókaín fundist í einni sendingu á Íslandi. Brot fyrrverandi forstjóra innheimtustofnunar sveitarfélaga voru svo alvarleg að þau réttlættu fyrirvaralausa brottvikningu úr starfi. Þetta er niðurstaða Héraðsdóms Vestfjarða sem hafnaði kröfu forstjórans fyrrverandi skaðabætur vegna uppsagnarinnar. Í ársbyrjun 2022 greindi Kveikur frá því að Jón Ingvar Pálsson, forstjóri innheimtustofnunar sveitarfélaga, hefði gert samning við lögmannsstofu forstöðumanns stofnunarinnar á Ísafirði, Braga Rúnar Axelsson, innheimtuverkefni án vitundar og vitneskju stjórnar. Báðir voru þeir reknir og síðar handteknir í aðgerðum á vegum héraðssaksóknara. Jón Ingvar höfðaði mál á hendur stofnuninni og krafðist rúmlega 90 milljóna króna vegna ólögmætrar uppsagnar auk miskabóta. Málið kom fyrir dóm fyrir 3 árum en var frestað vegna rannsóknar héraðssaksóknara. Þeirri rannsókn lauk í febrúar og er málið á borði ákærusviðs. Jón Ingvar og Bragi eru með réttarstöðu sakbornings. Jón Ingvar hafði hvorki erindin í erfiði í málarekstri sínum gegn innheimtustofnuninni. Þvert á móti er farið hörðum orðum framgöngu hans í starfi forstjóra. Í dómsniðurstöðu segir að ekki verði dregin önnur ályktun en að hann hafi brugðist alvarlega stjórnunar og trúnaðarskildum sínum gagnvart þáverandi stjórn innheimtustofnunar. Orðrétt segir:
Stefnda var því heimilt að rifta ráðningarsamningi stefnanda og víkja honum úr starfi án fyrirvara. Hort jafnframt til þess að hér svo stórfellt brot á trúnaði að ekki verður bætt úr. Var öllum kröfum Jóns Ingvars hafnað og honum gert að greiða 1,5 milljón króna í málskostnað. Lögregla rannsakar skemmdarverk við Grafarvogskirkju sem meintan hatursglæp. En mála var yfir regnbogafána á tröppunkirkjuna með íslensku fánalitunum í nótt. Á myndefni sem lögregla hefur undir höndum sjást 2 menn að mála. Þetta ekki fyrsta sinn sem skemmdarverk eru unnin á tröppum kirkjunar. Árið 2022, skömmu fyrir hinsegin daga, var spreyjað yfir regnbogafánan. Arna Ýr Sigurðardóttir, sóknarprestur, benti í morgun á að íslenski fáninn væri þegar dreginn á húni við kirkjuna líkt og við allar aðrar kirkjur landsins. Margir íbúar höfðu samband strax í morgun og bauðust að hjálpa við að mála regnbogafánan aftur. Við sjáum það í löndunum í kringum okkur að þar sem að svona skemmdarverk fá að líðast, að þar líka aukin tíðni ofbeldisglæpa gegn hinsegin fólki. Kirkjan á að vera vettvangur sameiningar, staðið þar sem að fólk kemur til þess að fagna og til þess að syrgja eins og í dag. Hér hefur verið jarðarför í dag og það hryggir mig óendanlega mikið að þetta sé aðkoman. Við erum bara því miður hér í Grafarvogskirkju orðin vön skemmdarverkum á okkar lóð. Þó sé vissulega alltaf gaman að sjá íslenska fánan, þá söknum við þess aðeins að sjá krossinn á þessum. Stefnum á bara að mála að nýju regnbogafánan. Það var sem komið tíma á að friska upp á hann, þannig að nú nýtum við bara tækifærið og höfum hann nýmálaðan og glæsilega fyrir hinsegin daga. Una Torfam, Moses Hightower, Guðgusar og fleiri nafntogaðir listamenn koma fram á götuhátíð sem haldin við Vesturbæjarlaugin í kvöld. Þar Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður. Já, Magnús Geir, hvað gerir þessi hátíð svona sérstaka? Já, svona fyrir að fyrsta, hér nóg að vera, hér fatamarkaður, hér götubiti og svo var háski að stíga á sig fyrir aftan mig. En kannski enn merkilegra að það voru 15 ára nemendur Hagaskóla sem sá alfarið að skipuleggja þessa hátíð. Ég ætla bara að byrja að spyrja stelpur, hvernig datt ykkur í hug? Við bara byrjum í vinnuskólahóp og þar sem við vildum gera eitthvað gott út úr þessu og ákveðum að gera þetta. Var ekkert erfitt að bóka listamenn og bara græja allt sem hérna á svæðinu? Nei, í Hagaskóla þá erum við með gott mál sem líka svona góðgerða viðburði á hverjum ári. Þannig við bara byrjum að messagea artista á bæði Instagram og Gmail og bara gekk ógeðslega smooth. Og bara þeir svöruðum hæl og voru til í þetta? Já, bara allir geggjaðir, allt pepp. Eins og segir, þetta góðgerða. Fyrir hverju hvað verið að styrkja? Þetta handa Píeta-samtökunum sem eru samtök sem sjá til þess að fólk fremur ekki sjálfsvíg og eitthvað svoleiðis, sjálfskaða. Ætlið að gera þetta aftur? Já, örugglega, en það geti líka verið að 9. bekkar á næsta ári myndi gera þetta en við munum örugglega koma að hjálpa þeim líka, þá verðum við í 10. bekk. Já. Þannig að þið gefið góð ráð? Já, við gerum það. Akkurat, já, það styttist sig að Moses Hightower taki við á honum háska. Þetta stendur alveg til klukkan 9 þannig að það alveg nægur tími til að koma hingað og njóta tónlistar. Takk fyrir þetta Magnús Geir Eyjólfsson við Vesturbæjarlaugina í Reykjavík. Orkuskipti í sjávarútvegi gætu leitt til þess að íslenskur skipafloti verði knúinn áfram með ammóníaki innan fárra ára. Skip sem að öllu leyti knúið endurnýjanlegri orku kom til hafnar í Reykjavík í gær. Energy Observer 1 fyrsta skip sögunar sem notar vetnisorkukerfi, endurnýjanlega orkugjafa og vindknúna aðstoð til siglinga. The project is to test technology on board. So this is the first step of our program on this boat, and after we are 2 other boats in construction, Energy Observer 2 and 3, to develop and to test new technology for decarbonation of maritime sector. 6 eru í áhöfn skipsins sem var sjósett 2017 og hefur ferðast heiminn til að rannsaka og sýna lausnir sem geta dregið úr kolefnislosun í siglingum. Orka skipsins öll framleidd borð. The room we have the water production unit. So here we have the fresh water production and on the other side the deionized water production. It's where we have the deionized water that come in and we send it to this electrolyzer stacks, those two one, and it's where we break the water molecule. We use electricity to break the water molecule so it consumes energy. Íslenska fyrirtækið Hver vinnur með Energy Observer að orkuskiptum í sjávarútvegi. Það verið að prófa nýja tækni. Þetta skip hérna knúið með sólarorku, það með vindi og með vetni.
og næsta kynslóðaskipi verður knúið með ammoníaki sem mjög spennandi, sérstaklega fyrir okkur Íslendinga. Áætlað að það skip Energy Observer 3 verði sjósett og prófað á næsta ári. Það að verða raunhæfur möguleiki svona innan mjög fárra ára að fiskiskipin í íslensku yrðu knúin með ammoníaki og millilandaskipin líka. Og það þýðir það að við Íslendingar verðum sjálfum okkur nóg orku og þá það orka sem endurnýjanleg. Annar hluti hins víðfræða nautahlaups í Pamplona á Spáni fór fram í morgun. Hlaupið þekktasti hluti hinnar árlegu sandferð Nýr-hátíðar sem hófst á mánudag og stendur í 9 daga. Þar hleypir fjöldi fólks undan 6 nautum þröngar götur bæjarins. Hlaupinu lýkur svo í nautaatsahringnum þar sem nautin eru aflífuð. 15 hafa látist í hlaupinu frá því fyrsta árið 1910. 8 hafa slasast í fyrstu 2 hlaupunum, engin þó alvarlega. Hlaupið fer fram daglega meðan á hátíðinni stendur. Og þá það veðrið, suðvestlæg átt yfirleitt 5 til 13 metrar á morgun, hvassast suðaustan til, víða skúrir en léttskýjað að mestu á Austurlandi og Austfjörðum. Hiti 10 til 20 stig og það verður hlýjast austanlands. En við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttum. Patrik Sigurður Gunnarsson, landsliðsmarkvörður í fótbolta, ræðir í íþróttafréttum kvöldsins sjaldgæfan sjúkdóm sem hefur haldið honum frá keppni í 20 mánuði. Ég bara missi eiginlega allan kraft í fótunum, höndunum, hlutir eins og opna flösku var bara orðið erfitt. Við lítum við á landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal í Skagafirði. Svo það Víkingur í forkeppni meistaradeildar Evrópu í fótbolta og auðvitað HM í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að vopnahléinu við Persaflóa lokið, segir Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sem hótar hörðum árásum á Íran í kvöld. Tímabundnar viðskiptaþvinganir eru aftur í gildi og olíuverð hefur hækkað skart. Leiðtogar NATO-ríkjanna hétu áframhaldandi stuðningi við Úkraínu og fundinum sem lauk í Ankara í Tyrklandi síðdegis. Þrátt fyrir ágreining segist Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafa fundið fyrir samstöðu. 8 af hverjum 10 nýjum bílum sem almenningur hefur keypt á árinu eru rafbílar. Álagning á bensínlítrann hefur aukist 13 krónur á þessu ári, segir FIB. Hugsanlegt að íslenskur skipafloti verði knúinn áfram af endurnýjanlegum orkugjöfum innan fárra ára. Tilraunaskip nú við bryggju í Reykjavíkurhöfn. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri. Aldrei þessu vant frídagur að HM karla í fótbolta, svo framundan hefðbundin dagskrá í sjónvarpi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. En við á fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi, verið sæl.